velkomin í Eldum Íslenskt. Í þessum þætti ætlum við að skoða aðeins ferðaþjónustuna og við ætlum að grilla heilan lambaskrokk. Við ætlum að fara hérna á Brjánstöðum og þar sem bændurnir reka Hótel Heklu. Það er mikil veisla hérna í kvöld og ég og Alfreð erum komnir úr bænum og ætlum að heilgrilla lambaskrokk. En áður en að það gerist og ég fer að kynna grillið, ætla Alfreð að hitta hana Sigrúnu og fræðast hvernig þessi ferðaþjónusta gengur fyrir sig. Það eru nokkrar hluti sem ég langar að fá að vita hjá þér. Já. Matreiðslan á svona hóteli eins og hérna, erum við að tala um það að þið eru að nýta ykkur allt hráefnið hérna að svæðinu eða hvaðan koma svona... Jú, við reynum það náttúrulega eftir fremsta megni. Við reynum að kaupa af nágrönnunum og við reynum að kaupa af sveitungunum það sem við getum fengið og við erum náttúrulega aðilar að þessu beint frá bíli og matur á heimaslóð. Og þannig að jú, við reynum að nota okkur það eins og við getum og þetta er náttúrulega kannski ekki svo mikið akkurat hérna á Skeiðunum en í nærsveitum. Suðurlandi og uppsveitum Árnessýslu. Þannig að þið eru svona að keyra á því hráefni sem er svona hérna nálagt. Já, við gerum það alveg eins og við getum. Þá erum við að tala um silung og lamb og... Já, við fáum silunginn frá Úlfljótsvatni. Villtur silungur frá bændum við Úlfljótsvatn. Má ekki bjóða þér inn, gjörðu svo vel? Jú, takk fyrir. Hvað er það svona sem að ferðamönnum líkar best? Þeir vilja náttúrulega helst fá sko það sem er íslenskt. Og þeir vilja fá, sko, ef að maturinn hefur sögu, ég get sagt, sko, næstu því hvað fiskurinn heitir eða hvað lambi hét, þá finnst þeim það alltaf mjög skemmtilegt. Hver gaf því að borða? Já, og hvað borðaði það helst og hvar var það, ef það sér þau skoppa, sko, þá finnst þeim það voða spennandi. Eru með einhverja nýjungar svona sem þið eru þá að koma með? Við erum, já, hann er dálítið gaman að segja frá því að hérna á bænum Brjánstöðum, hérna úti húsunum hérna á bakvið, að þá hefur verið að rækta fyrir okkur mjólkurkálfa sem við ætlum að bjóða Íslendingum upp á í haust. Þetta er náttúrulega sko lúxusmatur og þeir eru aldrei hann í sumar á mjólk og mjólkurdufti. Og þeir verða... Og ætlið að elda það á heila eða...? Ég er ekki alveg viss það. Þótt hann sé svolítið öflugur kokkurinn minn sko og stærð og til átaka, stærð og burðum. Þá er ég ekki viss að ráða við það. En þetta verða svona mjólkur kálfastekur. Já, það er spennandi. Og við ætlum að setja það svolítið í bland með villibráðinu sem við náttúrulega fáum mikið af hér á haustinn. Það eru gæsirnar náttúrulega hér, þetta er svona eitt helsta gæsalendur eru hérna á Skeiðunum og við erum með alltaf mjög mikið af gæsa á Bosstólum á haustinn og ætlum að setja þetta í bland og það verður svolítið gaman. Þetta er mjög spennandi. Mjög og mjög gott. Íslensku matur í mínum huga held ég að sé bara fyrst og fremst lambakjöt. Það er svona fyrsta sem ég dettur í huga ef ég ætti að segja ykkur frá íslensku mat, þá var það lambakjöt. Bara lambalæri. Íslensku matur. Núna erum við komin í svolítið skemmtilega verkefni. Ég er með hann Alfreð Ómar Alfreðsson, forseta klúbb matreiðslumeistara. Hann þykir vera nokkuð góður kokkur og það er svona fekkjað með mér í þetta. Við erum hérna með heilan lambaskrokk og við ætlum að grilla hann hérna úti í náttúrunni á ferðaþjónustubíli. Eins og við erum búin að fara yfir. En Alli, getum við kveikt upp í þessu það? Heldur við að ráða með þetta? Við erum búin að setja vel á kolum. Það kemur. Svo tekur náttúrulega smá tíma fyrir kolin að vera tilbúinn, það er svona 20 mínútur, hálftími. Þannig að við höfum nægan tíma að getum við ekki aðeins farið að vinna lambið á meðan. Vinna lambið? Já. Herri, ég verður að fá að setja smá. Þetta er alltaf skemmtilegast að maður fær svona aðeins. Þú ert náttúrulega vanur svo grilluna ekki alltaf. Gerir þetta svona þar? Já, þetta er hérna. Þegar maður er hérna með Alfreð þá verður við alltaf aðeins að flækja þetta. Við erum hérna með heilan lambaskrokk og okkur langar að gera svolítið góðan. Að ég ætla að taka að mér að stinga hann með fullt af litlu götum og setja inn í hann rósmarín og hvítlauk. Alfreð ætlar að ráðast á spjótið á meðan. Það ætlar að segja okkur aðeins frá ykkur á sögu þegar við reyndum eins að gera þetta í gamla daga. Bjarni bauð mér eins og inn í grill og hérna í sumbústaðinu þar sem við vorum með æfingar í landsliðinu held ég. Og þá var það helsta vandamálið að láta grísinn haldast á teininu. Við náttúrulega vorum ekki með neinar græjur og það snerist ekki sko. Við vorum búin að setja á
setja það upp á teininn og svo bara snerist það ekki, því að það vantaði þessa gatta hérna sem að... En það nú samt þannig að ef að fólk handlagið þá þarf það kannski ekki svona ryðfrítt. Það verður kannski hægt að gera þetta með góðum vír og... Aðeins að hafa þetta hérna þannig að skrokkurinn haldist á og ná að snúast svona. Það fór bara í 100 hringi, vorum í held ég hvað, fjóra tíma bara og það fór nú alltaf vel sko. Hjá okkur. Það var mjög góður að borða. Svona, tíma ekki, svo þurfum við að herða hérna á móti. Svo þegar við búin að festa þetta þá bara byrjuðum að krydda. Herra, ég byrjaði að gata og ég skilur maður þarf að reyna að koma inn í það sem einhverju vöðvar. Eins og hérna á bóginum rosa gott að koma smá bragð inn og lærin og við hrygginn. Það er bara að gera nógu mörg gött og vera með bara nógu mikið af hvítlauk. Svo bara byrja ég að stinga hvítlauk og þú byrjar að stinga smá rósmarín. Það er svona góða við að hvítlaukurinn eldast inn í kjötinu og verður svona aðeins sætur. Og rósmarínu gefur svona grillbragð. Svo er þetta bara tróðið svona eins sko, það er ekki? Jú, það er bara... Garðið. Þetta er svona hluti sem maður bara fórnast í, bara þú sem hendurnar og... Já, það er náttúrulega mjög áræðandi að hugsa vel það að vera með hreina putta og hugsa hreinlætið. Það er líka svona þetta natúrala, veist að... Þegar maður getur aldrei sett puttan í matinn, þá fær maður ekki heldur tilfinninguna. Það er svona bara að hugsa hreinlítið og fá svona aðeins að nudda kjötið með kryddi og salti og... Ef við vildum gera þetta meira svona íslenskt, þá getum við notað náttúrulega birki og blóðbörk. Já, fara og tínta, það er mjög skemmtilegt að nota það. Að fara að prófa að tína sjálfur og krydda með kryddinu sem maður týndi sko. Birkið er alveg hrikalega gott með lambinu finnst mér. Það er passar alveg hrikalega. Herðu, við ætlum að snúa því við. Þá ætlum ég að fá aðeins að setja smá, mér er svo gott að setja svona málton. Það er kallað svona gróft sjávarsalt. Og það dregur aðeins vatn úr fitunni og gerir hana svolítið stökka. En svo erum við eftir að krydda þetta aðeins meira eftir. Það er alltaf skipta skoðanir hvort á að nota salt fyrir eða eftir eða... Mér finnst alltaf gott að setja aðeins. Já, það er af því að við erum líka farin að elda þetta aðeins minna heldur en var gert endilega svona í gamla daga. Við erum ekki að lauka. Það er svona skemmtilega kokkar, þeir vilja alltaf hafa matinn svona frekar grófan og skemmtilegan þegar þeir eru í fríi. Já, krakkarnir var líka gott að sjá svona að hvernig dýrin bara líti út, hvaða lambalæri kemur og... Ótrúlega mikið. Herðu, þá fæ ég að fara í sjávarsaltinu þetta aftur. Og þetta er náttúrulega megnað þessu dettur bara niður og... En það er gott að... Þú verður að strjúka þér svona. Já, nutta. En þegar maður er með svona heilanskrokk, þá væri maður allan daga að vera í piparmyllunni. Þess vegna var ég búinn að mylja smá í morteli, smá svartan pipar. Það var að taka gauja og gokka þetta, sé hverju meginn. Kolin, þau voru tilbúin þegar orðin, svona vel hvít. Já, það er voðalega erfitt, það fer svolítið eftir magni. Þetta gæti verið hálftími. Já. Og við verðum bara að fylgjast með því. Þegar þau eru orðin hvít og við viljum ekki geta alveg brenni strax. Svo ég held að það sé bara málið. Kolin líta hrikalega vel út. Nú kom akkurat rétt í hitinn í dagur. Já, þetta smelt. Fólk þarkar kannski ekki svona grill. Það er alveg hægt að gera þetta ef þú væri bara með hólu, álpapír undir og væri kannski með einhverja búkka eða eitthvað svona. En svo ætlum við núna að grilla þetta og þetta gæti tekið, hvað? Við höfum ekki hugmynd um það? Nei, það fer svolítið eftir hitanum líka á skrokknum. Já. Að hvort að þú hefur verið með hann inn í kæli eða hvort hann sé búinn að standa eitthvað örlítið úti. Ég myndi giska á 2 tíma verk. Já. Og eftir svona klukkutíma, 1,5, þá gerum við svona smá grillmarinering og penslum yfir. Maður má ekki gera það fyrir síðast, þannig að annars myndi marineringin brenna. Komin á löngu mýri af Skeiðum og hérna eru bændurnir að rækta rabarbara. Það er ekki nóg með að þeir rækta hann, heldur líka eru þannig að framleiða alls konar skemmtilega hluti úr rabarbaranum. Sultur, karmelur og nýjasta nýtt er fíblasíróp sem við erum farin að framleiða.
Og þess vegna ætlum við að fá hann Alfreð til að skoða hvað þeir eru að gera. Og hvernig býr maður til rabarbaranammi? Góð spurning. Þetta náttúrulega svona síkuð blöndu. Ég ætla bara að byrja núna á því að setja hérna í pottinn og sýna ykkur hvernig þetta fer allt saman fram. Já. Það er náttúrulega leynda uppskrift Já, maður ekki kjafta öllu, sko. Og svo hérna þegar búin að blanda þessu þá þarf að sjóða herligheitin. Já. Og svo fer rabarbarinn þá út í þegar massin er tilbúin í steypu. Hvers konar rabarbara notið ég hef heyrt að í svona sultunum þá er verið að nota svona vínrabarbara. Er til ein tegund af rabarbara í Íslandi eða hvernig? Ég veit ekki nákvæmlega. Það eru svona ýmsar tegundir til en við notum bara það sem vex hérna í garðinum og það er í bland rautt og grænt svona eins og þau sjáu fram í vinnslunni. Já. En ekki þetta mjóa sérstaklega. Og þið hreinsið blaðið frá og rótina eða ekki? Þið notið hana ekki? Nei. Sko þetta eru mót sem eru svolítið skemmtilega svona eftirgefanleg. Já, það er svona sílikon mót sem er búa til fyrir ykkur. Sko það var náttúrulega verkefni sem við unnum með Listaháskólanum. Já. Og þau hérna skilu okkur þessu skemmtilegu mót og unnu þetta alveg frá hugmyndinni alveg alla leið. Þannig að hugmyndin er að vera með svona eins og sért að borða rabarbara. Akkurat, og þetta mót er bara búinn til nákvæmlega eftir rabarbararstöngul hérna út á garði. Já, það er röndunum alveg í og orginal. Og svo er rabarbarinn ofan í þessu. Og það er það sem gefur svo bragðið svona á móti þessum sæta. Svo er næsta skref að pakka þessu. Já. En það er ekki gott að vera með klistraða hendur. Nei. Hvað, þessar umbúðir, þetta var líka hannað á Listaháskólanum. Já. Og það kemur hérna líka fram, þetta er þetta verkefni sem heitir Stefnumót Hönnuð við bændur. Já. Sem var keyrt í gegn í fyrsta sinn í fyrra alveg á framleiðslustig á vörunni. Og svo erum við með þessa umbúði á 3 tungumálum og hún Sunna ætlar að sýna ykkur hvernig við klárum hérna til þess að aðskilja tungumálin. Já, til þess að merkja, þá merkið þess að það sem er sko, við erum með ensku hérna. Á þýsku og ensku. Já. Og svona smá hjálpstundum. Útlendingarnir eru að hrífa svolítið að þessu að þetta sé svona handunnið íslenskt og... Já, það er greinilegt sko. Við finnum bara virkilega fyrir góðri móttöku núna í sumar. Já. Á þeim stöðum þar sem við erum að selja. Svo eru þið að framleiða spennandi sultur líka, eða ekki? Já, það er var svona gæluverkefni með karamellunni og við fengum hérna Listaháskólanemendur til að fara með okkur í hönnun. Já. Og það eru komin 2 gerðir hérna af rabarbarakarramellum, annars vegar hérna með bláberjasultu, með bláberjum ofan í og hins vegar með jarðarberjum og engifer. Og svo er þriðja sem ég var svona að gera í tilraunaskyni en það held ég komin til að vera, það er fíflasíróp. Já, það væri gott fyrir mig. Þetta er svona fyrir svona fífl eins og mig. Og þetta er svakalega gott til dæmis á vanilluís. Hvað, takið þá bara fífl og hlaupið öll tún og tínið og... Fækka fíflum. Notaðu, nýtaðu. Það er gert úr blómum. Og bara kreist og síróp? Já, það er bara að vera að sjóða þetta með vatni og þetta er svona bara svona seiður. Þetta er spennandi. Já. Fíflasíróp. Já. Það er gott til að kveikna ekki í að vera með álbakka, setja smá vatn í það. Þá fer fitan sem lekur af ofan í bakkana og kveiknar ekki í grillinu. Þetta við viljum að þetta eldbaklist en ekki brennur. Við erum komið með bakkan undir með vatninu til að taka fituna sem lekur af og kveikna ekki í. En til að fá bragð þá er ég með besta pensil í heimi sem er bara kryddjurt af öndull. Sem maður getur að pensla með og gefur bragð í kjötið og án þess að brenni, skilju. Núna er það Leini. Þetta er hérna sultan. Rabarbarbía. Já, með engifer og... Jarðarberjum. Það er svona hálfgert barbecue. Þetta er sætt, þetta er með svona ávaxtabræði og líka með engifer. Þetta er svona, ætlum við aðeins að
pensla og karamellisera. Maður langar bara í sólbað þegar maður fyrir með það. Það er rosa góð lykt af þessu. Þetta er svona... Rabarbarinn passar svo vel með lambi finnst mér. Mér finnst að ég hef oft verið að taka lambalæri og penslaði bara með venjulegri rabarbarasultu. Þetta er svona aðeins smá fusion í þessu að vera með engifer og jarðar. Núna er skrokkurinn að vera klár. Þetta voru nú tæpið 3 tímar. Þetta tekur alltaf lengri tíma með heldur, svo maður þarf að gefa sér bara góðan tíma. En veislan hérna á Hótel Heklu er að byrja. En ég og Alfred getum ekki farið frá þessu verkefni nema að smakka þetta sjálfis. Og við erum með rabarbarasultuna sem við pensluðum, svo ég ætla að skera smá úr. Þetta er Það er hvítlaukurinn hérna. Þetta er svona upplifun, Bjarni, að fá að prófa þetta. Hérna er lærið. Mér langar svona, fremri hlutin verður svolítið góður í lambi. Þannig mér langar aðeins að smakka munninn. Framparturinn? Já. Hann er svona aðeins feitari. Er ekki, má fá skorpuna aðeins? Ef að til okkur aðeins og smakka þetta og þannig að gestirnir koma. Það er nú ekki hverjum degi sem að við förum í svona rómantíska ferðir og snæðum okkur á heilgrilluðu lambi. Við látum ekki plata okkur út í sveita að fá að smakka af þessu sjálfur, sko. Þetta veislan er eftir en þá... Já, þetta er nefnilega... Þetta er svona athöfn, finnst mér, svona... Núna er ég og Alfred búin að grilla heilan lambaskrokk. Það tók okkur 3 tíma en við skemmtum okkur allan tíman. Svo verður ykkur góður. Stóra leyndarmáli mitt eru kindalundir sem er bara eitt besta kjöt sem að ég fæ. Slær nautakjötinu og lambalundunum og öllu þessu dóti við finnst mér. Það er bæði, það er svona dekkra og bragð meira og yfirleitt aðeins feitara kjöt heldur en lambalundin. En eitthvað svona alltaf lúna mjúkt og alveg ótrúlega gott. Ég ætti auðvitað ekki að segja þetta því að það hækkar það í verði. En það er uppáhaldið mitt. Og mikið eldað á mínu bæ. Já, núna þurfum við eftir erfiða helgi, við erum búin að grilla heilan skrokk, en þá þurfum við að gera eitthvað auðvelt, nota afganga. Maður má ekki gleyma afgangunum, þeir eru góðir líka. Svo ég og Alfred ætlum að gera íslenska pönnukökur. Það er eiginlega lygi og þetta er svona eiginlega stólið smá frá Frakklandi. Þetta er svona hálfgerða kreps fyllta með kjöti og salati. Hefur við kíkja á þetta? Herðu, það sem við þurfum er svona gróft pönnukökudeig og það eru svona cirka 1 bolli mjólk, 4 egg, Út úti? Já. Þess vegna við erum bara núna aðeins að slumpa á þetta. Og svo er það 1 af vatni, 1 bolli. Það er það cirka nákvæmlega svona. Svo látum við Alfred hræra aðeins. Cirka 1 feski salt. Og svo er hérna... Það er að nota hvað sem er í þetta. Og með sveitinni þá verðum við að bræða smjörið. 2 matskeiðar smjör. Smjörum vel pönnuna. Maður finnur þetta leið maður setur á hvort að þykktinn sé kominn og svo er þetta með hveiti. Hveiti, það er cirka 1 bolli hveiti. Það er mikið svona áhætta þegar maður er eldur út í náttúrunni. Að maður getur lent í vindhviðum og... Það er spennandi sko. Við erum bara aðeins að reyna að slumpa á matinn. Þetta er bara svona gaman að vera saman. Helst þú hérna þessi meðan ég hérna þegar. Ok, 1 bolli hveiti. Fíkur alveg fram í okkur. Þetta er alveg til að. Lærir maður svona vinnubröð í kokkaskólanum? Nei. En jú, við lærum allt maður, þetta er allt. Þetta er svolítið mikilvægt að kunna bjarga sér og við erum að gera góðar pönnukökur, einfalt, fljótlegt, skemmtilegt. En auðvitað er þetta sama hugmynd og þú getur gerð með rjóma og sultu og svona, en við setjum enga sykur í þessar þegar við erum að gera svona ósætar. Ekki vanilu. Ekkert svoleiðis, en það er alltaf hægt að bæta því. Og þetta eru svona ósætar, þá ætlum ég að setja aðeins pipar líka. Smá pipar og smá grófsalt. Og þessar pönnukökur ætlum við bara að byrja að baka. Alltaf sko þegar hann er búinn að segja að þetta sé komið þá segir maður alltaf fínum með þetta. Þetta er svona viss regla í þessu.
Heyrðu, eigum við að gera hérna á pönnukökur? Ekkert áríðandi að hafa þetta beint neitt, Spenni? Já, við viljum helst að þetta leki til að við náum þunnum. Það er ágætt að geta aðeins leyft þeim að fljóta. Já. Ég er að gera svona frekar þunnar pönnukökur. Já, svona eins og kreps þessar frönsku eru, þá notaðu svona eitthvað til þess að... Já, eins og svona, ég er ekki alveg með þessa tækni, en það verður svona aðeins bara... Fólk sé það nú alveg. Maður er svona hálffranskur samt. Aðeins meira hérna. Þú varst nú einhvern veginn í Frakklandi eftir að þú kláraði að læra. Já, maður er búinn að... Það er góður skóli. Borðaði nokkra kreps af, en við ætlum samt að kalla þetta svona íslenskar pönnukökur. Við erum íslenskir, við erum í lopapeysunum, og reynum að gera þetta. Já, og það er þetta að setja allt hvað sem er inn í þetta. Já. Við erum með lambið núna, sem að nota það. Heilgrillaða lambið okkar, góða. Hvað á þetta að vera lengi? Þetta er bara, skilu, þú meira að þorna, þá verður bara að snúa henni við. Já. Menn þú opnaði smá fetost. Svo er það bara að snúast við, það er að komast bara aðeins undir með spaðan. Og svo er það svona bara. Það er auðveldara eftir sem maður er með örlítið meira eggjum að bindur að meira. Já, eins og því að við ætlum ekki að brúna þér neitt mikið, við ætlum að fylla þér. Svo þá er það smá Fetaostur og svo má setja baunablöndu, það má setja salat, það með alls konar. Svo við ætlum bara aðeins að leiða þess að klárast, gera nokkra pönnukökur, svo fylla þær með lambinu. Núna er það pönnukökurnar, við ætlum að klára þær. Ég er búinn að gera 2, bara fyrir mig og Alfreð. Það getur sett þær svona í hálfmann á sikur megin, út af ég ætla að setja smá fetost. Leyfa honum aðeins að bráðna. Meðan ætlar Alfreð að saksa smá lauk. Þetta er svona banana skarlóttlaukur. Þetta er svo vel að þægilegu þegar maður tekur svona stóran, þannig að það þarf maður ekki að flysja eins marga. Herru, það er smá feta. Svo þetta Alfreð er alltaf í hollustinu, þá ætla ég að setja hérna smá baunaspírur. Það gefa svona sérstætt bit, sko. Svona. Smá áferð. Áferð í réttinn. Og okkur þetta hvað eru hotlar. Ég saksa þetta bara svona nokkur fínt. Já, ég ætla að fá að tegja með hérna hjá þér í lambaafgangana. Þannig að þegar maður er með svona heila skrokk, þá er alltaf eitthvað sem er eftir. Þess vegna er tilbúin að nota þá í svona. Það er svona bara, við erum með þetta í sneiðum þarna. Við getum alveg haft þetta líka svona niður yfir og þess að það. Þetta er rauninni bara, við erum bara að nýta upp það sem verður eftir, sko, úr grillveislunni. Svona. Þetta er gott. Smá salt. Þá þóttum maður saltar kjöt utan á, þá finnst mér þurfa alltaf smá innan í líka, sko. Smá salat, eða ekki? Jú, það er búinn að setja fetaostinn. Já, hann var undir, svo hann er hérna í hitanum og hann bráðnar aðeins. Svo svona smá bara... Þetta er svona þekktur Það er alveg í útilegu, skilur, að maður verður aðeins að hlusta sig, en mikið atriði samt að passa hreinlæti þó maður sé útilegu. Þetta er svona þekktur strætismatur erlendis. Já. Það er svo mikið í Asíu og það, og þá færðu þér svona fylla pönnukökur með alls konar. Herðu, þú ert maður að lofa mér smá tómat. Það er bara eitthvað 2. Og svo er hérna leynivopnið okkar. Ég veit ekki hvort að það er eitthvað... Segja frá því. Það er eitthvað að skota okkur en við fengum hérna fíflasíróp. Já, og fyrst mig til þess að fara yfir hvernig það var gert. Já, það er nú alveg líkt hér. Það er smá fíflasíróp á lambið fyrir fíflinn. Við erum svona kjánar þarna. Heyrðu, já, við erum komið í fíflasíróp. Smá sýrðan rjóma. Ég er spenntur fyrir þessu fíflasíróp. Ég finnst þetta að vera... Þetta er alveg glænýtt allavega. Það er að segja það. Og tómatar svona... Íslenski tómatar eru svo meiri háttar svona á sumrin eins og... Mér finnst þetta að vera svona girnilegt, en núna er fetaosturinn farin að bráðna aðeins undir og við viljum ekki að salati fari neitt að eldast, svo við þurfum bara að drífa okkur að fara að borða þetta alveg. Heyrðu, þá bara lokum maður, svo tekur maður spaða, gerir aðeins svona bil í miðunni og brýtur þetta saman. Svo þetta er náttúrulega aðeins að heitt í hendurnar svona... Nei, það er bara eitt fyrir Alfreð. Við erum náttúrulega með svona hálfgerða asbest putta við kokkarnir, sko. Það er fyrir mig. Núna erum við að nýta lambið alla leið með smá fíflasírópi fyrir okkur. Það er vonandi ekkert illa meint, en við þökkum bara fyrir frábæra grillveislu og þetta er hérna leifarnar.